Númer 2. Ungmennaráð, staða og hlutverk. Ungmennaráðsfulltrúi Heimir Sigur Páll kynnir. Árnason kynnir. Já, ágæti forseti bæjarstjórn og aðrir fundargestir. Í ljósi stöðu sveitarfélagsins fjölbreytni mála sem við störfum við hvern dag vil ég nota þessa stund og ræða áhuga okkar á að auka hlutdeild og áhrif ungmennaráðs sem með áheyrnarfulltrúum í fleiri ráð og nefndir en eru núna. Frá haustinu 2019 hefur ungmennaráð átt sæti áheyrnarfulltrúa í annars vegar þáverandi frístundaráði og hins vegar fræðsluráði, síðar sameinaði fræðslu og lýðheilsuráð. Síðar fékk ungmennaráð áheyrnarfulltrúa í umhverfis- og mannvirkjaráð eða árið 2022. Hefur það gengið vel að okkar mati, en nú þegar öll þessi ár eru liðin, þroski og reynsla ungmennaráðs hefur aukist og blómstrast, finnst okkur komið tími að ungmennaráð fái meiri ábyrgð og aukin áhrif. Ungmennaráð óskar því enn og aftur að fá fleiri áheyrnarfulltrúa og að fulltrúi ungmennaráð sitji í sem flestum ráðum bæjarins. En hver eru kostir þess að fá unga huga, eyru og raddir inn í fundarsal fullorðins fólks? Í febrúar síðastliðinn hlaut Akureyrarbær endurnýjun á viðurkenningu UNICEF sem barnvænt sveitarfélag eftir að hafa hlotið viðurkenningu fyrst árið 2020. Vilji bæjarfélagi í raunverulega fá raddir og álit ungmenna inn í þau mikilvægu störf sem sinnt í sveitarfélaginu komið tími á að við fáum nú loksins áheyrnarfulltrúa í fleiri ráð. Einnig myndi þessi ákvörðun leiða til lýðræðislegri þátttöku innan sveitarfélagsins þar sem fjölbreyttari skoðanir kæmu á yfirborðið. Akureyrarbær á hrós skilið fyrir að hafa komið upp ungmennaráði fyrir 14 árum síðan og fyrir að hafa í gegnum tíðina hlustað svona yfirleitt á það sem við höfum að fræra. En einnig erum við fyrsta barnvæna sveitarfélagi á landinu og því ber að fagna. En við eigum ekki að stoppa þar. Að ná viðurkenningu og klappa okkur á baki. Stefnum lengra, gerum meira, hlustum á ungmennin í sveitarfélaginu okkar. Takk fyrir mig. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Heimir Sigur Páll lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason stígur upp í pontu. Forseti, ungmennaráð, bæjarfulltrúar, ég ætla að þakka nafna mínum Heimi Árnasyni, Sigur Páli, fyrir góða fyrirspurn. Við höfum tekið þessa fyrirspurn fyrir, ég og Halla Björk forseti, tvisvar jafnvel þrisvar sinnum. Við höfum rætt við, held ég minnum í nafna, nokkru sinnum, varðandi þessi mál. Ef við byrjum á velferðarráðinu, þá ákveðið að okkur fannst það ráð vera það viðkvæmt að það kannski myndi ekki passa og við myndum ákveða frekar að hafa fundi sem þið geti komið fyrirspurnir, helst einu sinni tvisvar ári, sem örugglega ennþá eftir að framkvæma. Síðan veit ég varðandi skipulagsráð, þá kannski margar ástæður, fyrsta lagi þetta afskaplega langir og þungir fundir. Nú satt ég minn fyrsta skipulagsfund í síðustu viku og þeir eru mjög flóknir og erfiðir og eru frá 8 til 12 á mótnana sem að ég finnst vera ekki mjög barnvænt tími. En hins vegar þá held ég við þurfum að koma því í gang, sérstaklega í skipulagsráðinu, að hafa fasta fundi á ári sem að þið getur komið og komið fyrirspurnir varðandi skipulagsmál sem eru náttúrulega ætluð ykkur líka. Hins vegar verð ég að hrósa ungmennaráðinu í fræðslu og lýðheilsuráði og standi ykkur gríðarlega vel, konar margar virkilega góðar fyrirspurnir og við tókum það fyrir hálfu ári síðan með minnir að við endum alla fundi á gátlista sem var held ég virkilega góð breyting og miklu skilverkara kerfi og nú endum við í sameiningu með ungmennaráði og öllum í nefndinni hvaða mál ungmennar ætla að taka fyrir og það sérstaklega nokkur mál núna sem að ég veit að bæjarfulltrúi, ekki bara nefna núna, Telma, hún situr þarna eins og bæjarfulltrúi, ætlar að koma með inn í ungmennaráði sem að við bíðum spennt eftir. En bara þakka fyrir, bara ekki að gefast upp, berjast fyrir þessu, en eins og staðan núna þá finnst okkur þessi 2 ráð vera best eins og staðan Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu. Orðið laust. Ungmennaráðsfulltrúi Telma Ósk stígur upp í pontu.
Já, fundarstjóri, ungmennaráðsfulltrúar, bæjarfulltrúar og gestir. Þetta hefur einmitt verið umræða sem hefur komið upp í samtali við að auka áheyrn fulltrúaráðsins einmitt að bæði velferðarráð og skipulagsráð díla við þung mál. Hins vegar er vert að taka fyrir að fyrir seinustu bæjarstjórnarkosningar, þannig að fyrir þessa bæjarstjórn, var náttúrulega önnur nefnd sem skipaði skipulagsráð. Sú nefnd var aftur á móti, sú nefnd sem var hvað duglegust að senda mál á ráðið og tókum við fyrir hinn ýmsu deiluskipulög, svo sem miðbæinn, líka nýja Móakörið, ásamt öðrum deiluskipulögum. Það var ekki vandamál þá og voru þetta ofta einmitt mjög skemmtilega mál að taka fyrir. Við lærðum gríðarlega mikið af þeim og jú, þetta er ekkert skemmtilegstur eins og þið eflaust viti sjálf þegar þið lesið þetta. En það er að ég tel hluti af hlutverki ungmennaráðs að læra og þroskast og það setið sem áheyrnarfulltrúi í ráði eftir að hafa setið núna í að vera 2 ár sem áheyrnarfulltrúi í heldur fræðslu- og lýðheilsuráði. Ég hef lært gríðarlega mikið, ég lærði bara heilmargt til dæmis bókanir og meiri innri starf bæjarstjórnar og sveitarfélagsins í heild sinni. Því finnst mér ekkert í fyrir stöðu að sé litið á það að ungmennar fái allavega í skipulagsráði. Ég get meira skil í röggin á bak við velferðarráð þar sem oft er einmitt verið að díla við einmitt mjög viðkvæm mál eins og barnaverndarmál. En þá er alltaf möguleiki að taka leiðina sem Reykjavíkurborg og þau eru með áheyrnarfulltrúa frá ungmennaráði í sínu ráði sem koma þá bara inn fyrir einstaka liði. Og þetta er heldur ekkert nýdæmi í Akureyrarbæ, það er alveg áheyrnarfulltrúar sem koma inn bara fyrir einstaka liði. Þannig ég myndi ekki segja að það væri fyrirstöðu að skoða hvort það sé einhver leið sem við viljum mögulega að taka. En skipulagsráð finnst mér ekki vera á það að barnvæni tíminn sé ekki. Ég sleppti öðrum hverju mánudegi úr skólanum, hafði helminginn að vera 2/3 af minni skólagöngu. Sleppti ég öllum tímum eftir hádegi á mánudögum til að koma á fræðslu- og lýðheilsuráðsfundi. Þannig er þetta fyrir eða eftir hádegi, það er bara spurningin. Ef ég get sleppt eftir hádegi þá hlýt ég geta sleppt fyrir hádegi til að mæta á fundi. Þannig að ég allavega legg til að bæjarstjórn endurhugsi málið. Takk fyrir mig. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Thelma Ósk lokið máli sínu. Orðið er laust. Já, Hagla Björg Reynsdóttir, bæjarstjórnarfulltrúi stígur upp. Fundarstjóri og kæra ungmennaráð. Ég kem hérna upp sem forseti bæjarstjórnar og formaður skipulagsráðs. Mér langar aðeins að nefna því við höfum átt þessa fundi eins og bæjarfulltrúi Heimir Örn kom inn á. Þá hefur við átt fundi með einmitt þetta tiltekna mál, hvort það ættum að fjölga ráðunum og umræðan hefur einmitt verið þessi. Þetta er vandmeðfarið. Fyrir að fyrsta er það tímasetningin, alveg sama þó að það sé kannski léttvægt að ég sleppa skólanum í svo langa tíma að þá er þetta hálfur dag kannski sem fer í fund skipulagsráðs 2 í mánuði, ef við tökum bara skipulagsráð sem dæmi. Hins vegar getum við auðvitað ráðin verið miklu kannski duglegri en við erum að vísa málum til ykkar og þið gefið umsagnir og það er hin leiðin. Svo var eitt sem kom upp í þessu sem ég langar til þess að við kannski bara skoðum og heldum þessu samtali áfram sem kom upp í okkar samtali á einhverju fundinum. Það var hvort að þetta mætti verða einhvers konar valfag. Það er að sitja í svona ráðum að það geti verið valfag og það væri umbunin fyrir ykkur sem fulltrúa og þannig geti þið komið að kannski fleiri málum. Þetta er svona spurningum jafnvægi á milli skóla og þess að sitja í ráði í bæjarstjórn, sem fulltrúi bæjarstjórn. Þá hefur bæjarfulltrúi Hagla Björg Reynsdóttir lokið máli sínu. Orðið er laust. Fulltrúi ungmennaráðs París Anna tekur við máls. Hæ, þegar þú talar að þegar þið sendið á okkur ákveðin mál, það sem við höfum oft talað til dæmis okkar fundum er að þegar við fáum vísuð ákveðin mál á okkar fundi, þá er stundum búið að samþykkja ákveðin málefni áður en við fáum svona að líta á þau, þannig að stundum hugsa við bara á fundum. Það er hálf tilgangslaust stundum að fá ákveðin
veit sem því hvernig orða það, svolítið að fá ákveðin málefni sem þið sendið okkur þegar búið að samþykja þau og svoleiðis, þannig hvort að við getum, ég gert í samráði að við fundum þó oftar í saman, með ykkar fundaráði, skiljiði, svo að við getum svona fengið að fara yfir málið og sendt og svona bókað ykkur hvað okkur finnst það áður en að sé svona samþykkt, eða skiljiði hvað ég meina. Og því það svolítið, ef við hugsum út í það, svolítið tilgangslaust að sé að vera að senda okkur ákveðin málefni og svo búið að samþykja áður en við fáum að ræða það. En ég ætla bara svona að bæta því við. Takk fyrir. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi París Anna lokið máli sínu. Orðið er laust. Ungmennaráðsfulltrúi Heimir Sigur Páll tekur máli. Já, ágæti forseti, ég ætla bara að taka undir það sem að Telma sagði hérna áðan og benda á það að það er ekki sama að fá málin inn á borð og það sitja á fundinu, það gefur auðvitað leið og tímasetning fundana, ég held ég tali fyrir hönd allra í ungmennaráði að það skiptir engu máli ef við fáum virkilega bara að sitja á fundina, af því að við viljum vera partur á ykkar sveitarfélagi og það já, þetta bara það sem ég ætla að segja, bara benda á þetta. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Heimir Sigur Páll lokið máli sínu. Orðið er laust. Þá skulum við halda áfram á dagskrá.